Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Einar Gunnarsson. Má ég heyri ykkur? Má ég heyri ykkur? Byrja. Press. Guðs og lofið séu með safety standan hana, greip þetta bekkurinn, svona er þetta stundum. Einar í lagi, það sem skiptir mestu máli. Það var fyrsta umferð búin, við fáum 72,5 kíló á stöngina, en við ætlum að taka 3 mínúta pásu á milli umferða. Það eru fáir keppendur í dag og við viljum allir ná að anda og ná vopnum sínum. Láta stangamenn vita að hlaða eftir að 3 mínútur klárast. Já. Má taka af stönginni, eða samt eiginlega ekki. Meðan þá ætlum við að njóta undurfæra tóna The Hives. Nei, þeir eru búnir. Race Against the Machine. Þá hlöðum við á stöngina. Hann sigur ótrúlega fram á. Þá þeir þeir stóri eða já. Jæja, þá má hlaða á stöngina. Við erum að tala 72,5 kíló fyrir Þóru Kristínu Hjaltadóttur. Hún keppir fyrir lyftingafélagi Massa Njarðvík. Stöngin klár fyrir Þóru Kristínu. Koma svo allt í þetta. Hlusta á dómarana. Hlusta á lagið. Now you do what they told you.
Byrja. Press. Skila. Ja, glæsilegt, þvílíkt flott lyfta. Sjáum hvort að dómari séu sammála mér. Já, 3 hvít ljós, glæsilegt. Næst eru að tala Björn Margeirsson Ármanni. Hann búinn að vera lengi í þessum bransa, hvergi hættur. Hann ætlar að fá 145 kíló á stöngina. Hann keppir fyrir lyftingafélag Ármanns. Hvað segirðu? Já. Stöngin klár fyrir Björn Margeirsson. Allt í þetta! Mælir ykkur! Er í jarðarförðinum að heyri ykkur? Byrja. Press. Skila. Sýnst þess að vera komin svolítið á loft, hann Björn. Hann í háloftunum. Hvað segja dómarar? Já, því miður. Rassinn á lofti. Sýndist það. Ógild lyfta. En það er ein tilraun eftir. Næst erum við að tala aftur 250 kíló fyrir Einar Örn Guðnason. Loftpressuna frá Skaga. Ég veit ekki betur en að hann sé anda. Nú klárum við þetta. Stöngin klár fyrir Einar Örn Guðnason. Þetta fór upp! Hvað segja dómarar? Já, 3 hvít ljós, glæsilegt! Kvart tonnið! Við fáum 3 mínútur á klukkuna. Bíðið bara.
uppbytun. Hún já, þannig að þú ferð eins og þú sért að fara í anddyri, nema beygir til vinstri og upp. Já, á þessari hæð þarna bara, já. Síðasta umferðin. Svo eru 2 holl eða ekki á bekknum, í einu. Svo á milli stöngin á, þessu það? Ha? Stöngin á einari? Já. Svo á milli bekkans setja. Þá eru 3 mínútur liðnar. Við setjum á stöngina fyrir hana Þóru Kristínu Hjaltadóttur, massa 80 og 2,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Þóru Kristínu Hjaltadóttur, 82,5 kíló. Þetta er hennar síðasta lyfta hérna á þessu móti. Eiríkur! 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 Þar brást bogalistinn. Þetta er einhvers við fínt, 72,5 kíló á töflunni. Við fáum 150 kíló á stöngina fyrir Björn Margeirsson. Hvet stangamenn að gæta vel af smitvörnum og passa að það sé örugglega allar stillingar réttar á bekknum. Þessi bekkur er hannaður í Svíþjóð af sænska fyrirtækinu Eleiko. Það hafa verið leiðandi á sviði kraftlyftinga í mörg ár. Þetta er ný tegund frá þeim, kemur hérna með svona gúmmíbekk og gripi sem að hefur svona bætt að margir mæti reynsluna. En já, stöngin er klár fyrir Björn Margeirsson, 150 kíló. Eiríkur! 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 Þetta er met í öldungaflokki, hef mér sagt. Þetta er Íslandsmet, Eiríkur! Þetta er Íslandsmet! Herslumunnin upp á, því miður. Herðu,
Þá er komið að því. Það er loftpressan. Hann ætlar í 280 kíló. 280 kíló. Gári! Ég fatt það svo, ég þarf ekki að verða. Sorry, það ætlar að rétta á hann. Þú gerir það? Nei, hann ætlar að rétta á hann. Stöngin er klár! Stöngin er klár! Einar er klár! Má ég eiga ykkur! Það er svo þungt í dag því miður. En Einar er ekki hættur í dag, hann ætlar að keppa öðru móti í dag. Hann er tveggja móta maður. Já, má ég eiga ykkur. Þar með lýkur Íslandsmeistaramóti í bekkpressu. Já, við ætlum verðlaunir Andi. Það verður verðlaunaafhending og svo ætlum við að biðja keppendur á klassísku móti að mæta og taka hæðir. Þannig að við ætlum að reikna út stigin. Það er búið að því. Herðu, ok. Þá biðjum keppendur að koma hingað niður eftir 2 mínútur. Verðlaunaafhending eftir 2 mínútur. Hvað, penna? Hvað skilur það? Aðeins að, ég er að lækka þessu. Það bjagar aðeins og því. Það er svona öskar kannski í mikrofónu. Notum við mikrofónu. Það bara setja smá dempun alltaf. Þú veitir velun, ég ætla. Ég? Já. Hvað? Ok, það er bellið. Hvað? Á eftir að máta það sem þú ert. Jæja, halló, já, ok, þarna komum við þetta. Herðu, 2 mínútur liðnar, við ætlum að byrja því, þú slaka bara velunum á fólkinu.
Við ætlum að byrja því að veita verðlaun í kvennaflokki og kvennaflokki var það hún 84 kíló, afsakið. Var það hún Þóra Kristín Hjaltadóttir og með 72,5 kíló og hún vinnur þá gullverðlaun og er því Íslandsmeistari kvenna í mínus 84 kílóa flokki. Gjörðu svo vel, bara það sem þú vilt. Þannig sem best fyrir myndir. Þannig sem best fyrir myndina. Og hún er ekki bara sigurvegari í mínus 84 kílóa flokki kvenna, heldur er hún líka stigameistari á mótinu. Þannig að Íslandsmeistari kvenna í bekkpressu, overall, Þóra. Það er mikið með það. Hún líka keppa á næsta móti. Sjáum hvernig gengur þar. Hún er allan að koma í bikar í dag. Og þá byrjum við á mínus 74 kílóa flokki kalla. Og þar er hann Björn Margeirsson, fremstur í röð með 140 kíló. 140 kíló að lyftu. Hann vinnur gullflokkinn. Ég er COVID efni, þá ætla ég ekki að fara á nálægt honum. Óskum honum innihald til hamingju með árangurinn. Og þá komum við að mínus 120 kílóa flokki kalla. Loftpressan frá Skaga, Einar Örn Guðnason, hreppir sigurinn þar með 250 kílóa lyftu, hvorki meira ni minna. Má Eiríkur! Og það er ekki nóg með það að hann sé að vinna sinn flokk. Hann er líka stigameistari á mótinu, Íslandsmeistari kalla í bekkpressu Kraft EM 2021. Til hamingju vinur. Þá gerum við smá hlé á keppni. Mótið í klassískri bekkpressu hefst klukkan 12. Ég vil hvetja alla keppendur sem hafa ekki gert það nú þegar að mæta eitthvað niður og taka hæðir á bekknum. Svo við vitum nú hvernig við að stilla bekkinn fyrir þau. Hjalti er búinn að gleyma að ég er ekki hæfur í táknmáli, en 3-4 eftir. Það eru 3-4 eftir. Mér er alveg sama hverjir eru. Ég mun finna ykkur og ég mun láta ykkur taka hæðir. Sjáumst eftir hálftíma.
blokkar þér? Hvað sér þið? Hvað fyrir það blokkar þér? 320. Ragnar Hansen og hvað sér þið? Hvað sér þið? Ég veit ekki.
Gunnar Kára, Nóblu.
koma sér á sína staði. Stangamenn, dómarar. Hann ekki kominn eða? Við erum stáð að týnt dómara, hafið þið séð hann? Hæ? Hvað séu? Hann er týndur. Skotinn maður. Er auðvitað ennþá hérna? Hann var stökka inn í að... Down in Acapulco. Hæ? Hófið. Ástfríða gaman. Alla kennitölur fyrir hann 1950 eða hvað. Við erum að bíða eftir dómara. Þetta er búið að redda þessu. Bara eftir 3 mínútur. Róbert er þá ekki langt undan henni. FTU. Ég fatt alveg hvað það gerst, sko. Já, ég set töluna eftir ég. Vilt þú kannski nefna? Herru. Grík getur líka. Herru, Grík getur dæmt. Grík getur dæmt líka. Er það ekki betra? Þá þurfum við ekki að kenna Jóni á tölvukerfi.
Bara í nokkra sekundur. Þá kann ég... Nokkra mínútur. Það hefði ísinn. Já. Já! Stöngin er klár fyrir Þórunu Björk Jónsdóttur, lyftingafélag Kópavogs, 40 kíló. Væri ykkur. Woo! Það setið eitthvað á stöngina fyrir konuna, hvað? Hæ? 3 hvít, glæsilegt, góð og gild lyfta þar. Við setjum á stöngina. Hvað setjum á stöngina? Gunnarsdóttir. Bingo, Hanna Birna Valdimarsdóttir, massa. Hún ætlar í 47,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Hönnu Birnu. Já, létt og laggott þarna. Hvað segja dómarar? Bingo, 3 hvít ljós, glæsilegt. Við fáum 50 kíló stöngina fyrir Elsu Pálsdóttur. Það er búið að uppfæra 55 kíló, hvorki meira né minna. Elsa setti nokkur heimsmet daginn í flokki öldunga 3. Tók þátt úti á flottu heimsmeistaramóti öldunga. Stöngin er klár fyrir Elsu Pálsdóttur, massa 55 kíló. Flott hjá henni, hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós, glæsilegt, góð og gild lyfta þar. Næst, Þóra Kristín Hjaltadóttir, nýgryndur Íslandsmeistari kvenna í bepphelsu. Hún ætlar í 62,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Þóru.
Já, hún Þóra tók góða æfingu áðan, vel vönn skipununum. Hvað segja dómarar? 3 hvít, glæsilegt. Við setjum 75 kíló á stöngina fyrir Kristjánu Steingrímsdóttur, lyftingafélagi Kópavogs. Biðja stangamenn að þrífa bekkinn vel með sótthreinsi efnum og stöngina. Stöngin klár og hrein. Allt í það! Já, ekki að spyrja þig, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Og við fáum 77,5 kíló. Það hún Ellin Ýr Jónsdóttir Breiðablik og ófætt stúlka hennar. Þannig að það eru 2 keppindur þarna að taka á þessu. Ellin ákvað að mæta henni ólétti, hún alvöru nagli. Stöngin klár fyrir Ellin, koma svo, þú ert að lyfta fyrir 2. Vá, þvílíkur hraði. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Og við fáum 80 kíló fyrir Írisi Rut Jónsdóttur Massa. Og stöngin klár fyrir Írisi, 80 kíló. Mæri ykkur. Vá, þvílíkur power, þvílíkt power segi. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Við erum að koma græn í gegnum eins og umferð. Næst fáum við 85 kíló fyrir Þórunni Brynju Jónsdóttur Árumanni. Stöngin klár fyrir Þórunni.
Já! Hvað segja dómarar við þessu? Já, 3 hvít ljós, glæsilegt. Var ekki 110 þannig? Er hún ekki næsta? Já, hættum við. Tæknilegir örðuleikar hérna, bíða aðeins. 110 kíló á stöngina, tölvan er eitthvað skít í deið. Bíða stangamennina, bíða aðeins. Það er villa. 110, bíðum aðeins. Nei, segi það nú. Tölvubúnaðurinn sem ég notaði bak við þetta, hann er á aldri við Windows 95. Var uppfærður síðast 97. Toppstandi, það er rétt. Hann er eins og lóðinn, það þarf ekkert að uppfæra hann. 20 kíló er alltaf 20 kíló. Na, 10 í hæð, 7 í safety. Svona er þetta skemmtilegt, krakkar. Og stöngin er klár fyrir Maríu Kristbjörgu. 110 kíló. Við erum komin yfir 100 kíló, gott fólk. Vá! Sáðu þetta? Ég misti næstu að þessu, þetta var svo svakalega rætt. Hvað segir dómari? Já, 3 hvít. Það þarf ekki að spyrja þig. Það þarf ekki að spyrja þig. Og nú fáum við 45 kíló á stöngina fyrir Þórunni Björk Jónsdóttur, 84 kíló á flokki kvenna. Hún lyfti fyrir lyftingafulla Kópavogs. Ekki meira. Og hún er þá hægt. Stöngin er klár fyrir Þórunni Björk, 45 kíló. Já, ekkert mál. Hvað segja dómarar? Ekki vona öðru, 3 hvít ljós, gild lyfta, glæsilegt. Og við fáum næsta Hönnu Birnu Valdimarsdóttur, massa, hún ætlar í 55 kíló. Wúhú, stöngin er klár fyrir Hönnu Birnu Valdimarsdóttur.
Aðeins og þungt í dag. Svona er þetta stundum. Einn daginn þá eru þið létt og annan daginn eru þið þung lóðin. Næst er Elsa Pálsdóttir. Hún ætlar í 60 kíló, keppir í 76 kíló á flokki kvenna fyrir Massa Njarðvík. Stöngin er klár fyrir Elsu. Þetta fór upp með herkjum. Hvað segja dómarar við þessu? Því miður ógilt, 2-1. Svona er það. Við fáum 67,5 kíló fyrir Þóru Kristínu Hjaltadóttir. Þóra er eins og ég sagði nýgreindur Íslandsmeistari í bepppressu. Og nú er hún komin hérna í klassikina. Stöngin er klár fyrir Þóru. Já, mjög flott önnur lyfta. Það er eitthvað smá eftir inn í tánum síns mér. Dómarar eru sátt við þetta, 3 hvít ljós, góð og gild. Og næst er Kristjana M. Steingrímsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs með 80 kíló. Við ætlum að spritta stöngina og bekkinn. Með spritbrúsun sagði Jón Ragnar Viljámsson. Þegar hann er ekki á spritbrúsunum, þá er hann hér að lyfta lóðum eða taka þér rólega með fjölskyldunni. Og stöngin er klár fyrir Kristjánu. Já, þetta fór upp. Dómarar, eru þið sáttir? Þeir eru sáttir, 3 hvít ljós, glæsilegt. Við förum í... Hvað förum við í? Förum í 82,5 kíló, Íris Rut Jónsdóttir Massa. Og stöngin er klár fyrir Írisi Rut Jónsdóttur Massa. Koma svo!
Byrja press skila, þetta ekki flóknara en þetta. Ha. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Flott hjá henni. Við förum í 85 kíló. Ellin Ýr Jónsdóttir. Stöngin klár fyrir Ellinni. Hún með innbeðan hjálpamann, þannig að hún lætur ekkert lift á sig. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós! Glæsilegt! Og við fáum 90 kíló stöngina fyrir Þórunni Brynju Jónsdóttur Ármanni. Stöngin klár fyrir Þórunni. 90 kíló. Hún fer að nálgast 100 kíló. Þetta er rosalegt. Byrja press skila, ekkert mál. Hvað segja dómarar? 3 hvít, glæsilegt. Og við fáum 50 kíló stöngina fyrir Þórunni Björk Jónsdóttur. Hefjum þar með síðustu umferð dagsins. Þannig ef þið eru búin að spara röddina hinga til, enginn sleppið því, öskrið. Við viljum ykkur hvetja fólk. Stöngin klár! Allt í það! Ég vil ekki þögn í salnum. Maður heyri ykkur. Það er svo þungt í dag. Ansans áreiti. $55 kíló stönginu fyrir Hönnu Birnu Valdimarsdóttur. Hún ætlar að reyna aftur við 55 kílóin, það gekk ekki alveg síðast. Ég er alveg viss að hún nærði núna, ef þið öskrið nógu mikið, ef þið hvetið nógu mikið. Stöngin klár fyrir Hönnu Birnu. Maður heyri ykkur. Byrja bara að skila. Hvað segja dómarar?
Ljós. Glæsilegt. 62,5 kíló fyrir Elsu Pálsdóttur. Hún einnig fekk ógilla síðustu lyftu. Þetta hennar síðasta lyfta í dag. Hún leggur allt í hana. Stöngin klár fyrir Elsu Páls. Wow, þvílík barátta. Hvað segja dómarar? Tvö hvít, það þarf ekki meira. Góð og gild. Við fáum 72,5 kíló fyrir Þóru Kristínu Hjaltadóttur. Þetta Íslandsmet öldunga, mér sagt. Þannig að klöppum aftur fyrir Elsu. Og stöngin klár fyrir Þóru. Hún eins og lyfti 6 lyftur í dag, ekki bara 3. Hún keppti í morgun öðru móti. Hún ætlar að taka síðustu lyftu dagsins. Allt í þetta. Skilja ekkert eftir. Wow! Hvað segja dómarar? Já! Sérum við þeirrim! Það dugar! Þetta eru bestu lyftunar, alveg á limminu. Kristjana M. Steingrímsdóttir næst 82,5 kíló, biðja stangamenn að sótthreinsa bekkin og stöngina. Stöngin klár. Kristjana M. Steingrímsdóttir, lyftingavél á Kópavogs, 82,5 kíló. Þetta svona þetta oft aðeins og þungt. Það betra að fara alla leið en að skilja eftir eitthvað inni. 85 kíló fyrir Írisi Rut Jónsdóttur. Massa, hún keppir í mínus 69 kíló á flokki kvenna. Hún og Sindri maðurinn hennar reka Nordic Training, virkilega flotta aðstöðu fyrir sunnan. Stöngin klár fyrir Írisi Rut, síðasta lyfta dagsins. Koma allt í þetta.
Já! Við fórum það, hvað segja dómarar? Aldrei vafi, 3 hvít ljós. Glæsilegt. Og við fáum 90 kíló á stöngina fyrir Ellen Ýr Jónsdóttur Breiðablik. Stöngin klár fyrir Ellen Ýr. Aðeins og þungt í dag. Flott effort samt, glæsilegt. Og þá er það síðasta lyfta dagsins, 92,5 kíló. Má ég heyri ykkur fyrir Þórunni Brynju úr Ármanni. Stöngin klár fyrir Þórunni, 92,5 kíló, má ég heyri ykkur? Má ég heyri ykkur? Síðasta lyfta dagsins! Má ég heyri ykkur? Koma Þórunn allt í það! Svona er þetta. Það vantar aðeins og þungt í dag. Þar með lýkur keppni kvenna. Við tökum 5 mínútur. Hvað segir þið? Hvað viljið með pásu? Tökum 5 mínúta pásu og þá byrjar kalla hollið.
þess vegna tilkynnti ég 2 mínútur. Ég sagði 2 mínútur að keppni byrji. Já, hlusta. Nei, þú ert helviti góður þullur. Er það ekki? Ég ætla að horfa á Júlían svona, ég sé á svip með honum, hann sé sáttur. Ég horfa alltaf á þig, svona, ég sé svipinn á þér, þetta er alltaf leið. Já, ég er ánægður. Ég sé ekki að segja eitthvað úr að vilja. Og klukkan er runnin út, þannig að við hefjum nú seinna hollið. Það eru kallanir, 16 kallar ætla að mæta inn í dag. Við ætlum að fá 95 kíló á stöngina fyrir Daniel Patrick Riley. Massa. Stöngin er klár fyrir Daniel. Já, þetta var aðeins og þungt, því miður. Við fáum þá 110 kíló stöngina fyrir Jón Grétar Erlingsson massa. Stöngin er klár fyrir Jón Grétar Erlingsson, 110 kíló. Byrja press skila, hvað segja dómarar á þessu? 3 hvít, glæsilegt. Og við fáum, hvað fáum við? 110 kíló áfram á stönginni, Emil Gretti Grettisson. Stöngin er klár fyrir Emil Grettir. Hann er með reynslubolta í sínu horni, Auðun Jónsson. Kenna þessum jöngins, hvernig á að gera þetta. Koma, allt í það. Byrja press skila, það er alltaf það sama. Hvað segja dómarar við þessu? Já, 3 hvítljós, glæsilegt. Og við fáum 115 kíló stöngina fyrir Ingvar Guðjónsson. Heimamaður hérna úr Garðabænum.
Ingvar hefur verið að sérhæfa sig í svefnrannsóknum og hefur sofið mjög vel fyrir þetta mót. Stöngin er klár fyrir Ingvar. Allt í það! Já, ég getur allt sem ég kann. Og hvað segir við því? 3 hvít, glæsilegt. Annars hefði þetta verið mjög vandræðilegt fyrir mig. Við fáum á stöngina 120 kíló fyrir Tómas Braga Þorvaldsson, einnig úr Stjörnunni. Tómas er ungur á árum, en það vantar ekkert upp á styrkin. Stöngin er klár fyrir Tómas Braga Þorvaldsson. Koma svo Young Goon. Hann er nýkominn úr húflúri, hann er hrikalegur, hann er til í þetta. Hefðist hann að vera aðeins undan dómaranum? Já, því miður. Smá tæknilegu galli hann á lyftunni. Þetta er allt í lagi. Við fáum 120 kíló áfram á stönginni Róbert Guðbrandsson frá Breiðablik. Stöngin klár fyrir Róbert. Vá, það er ekki náða nóga fólki í salnum. Ég vil heyri ykkur svona alltaf. Ég held fyrst að alltaf að detta þetta. Vá, sáðu hraðan á þessu. Hvað segja dómarar við þessu? Já. 3 hvít ljós. Við förum í 127,5 kíló fyrir Guðmund Smára Þorvaldsson, heimamaður. Má ég heyra ykkur? Fáir menn hafa kjarnað sig eins vel eins og Guðmundur í gegnum tíðina. Hann er maður sem kann að kjarna sig. Og stöngin er klár fyrir Guðmund Smára Þorvaldsson. Vá, hvað þetta var auðvelt. Þið sjáu þetta, þenni ný húðflúraður. Þetta gefur hrikala 3 hvít ljós. Hann er með sin eigin hæpmann, Egill Hreinsson. En við fáum 130 kíló stöngina fyrir Kára Nóbó Halldórsson. Stöngin er klár fyrir Kára Nóbó.
Já, þetta fór upp. Hvað segir dómarar við þessu? 3 hvít, glæsilegt, góð og gill lyfta. Og við förum í 140 kíló. Ragnar Hansen, lyftingafélag Kópavogs. Stöngin í klár fyrir Ragnar Hansen. Byrja bara að skila, ekkert mál, það var góður hraði á þessu upp, það er eitthvað inni, 3 hvít ljós, glæsilegt hjá Ragnari. Og við fáum 145 kíló, Sindri Freyr Arnarsson. Hann og Íris konan hans reka Nordic Fitness hann af Suðum í sjó, hann er búinn að taka hrikalega á því. Hann keppir í mínus 83 kíló flokki kalla, stöngin í klár fyrir Sindra Frey Arnarsson. Þau vil ekki láta lyfta á sig hérna, parið. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós, glæsilegt, flott hjá honum. Og við fáum á stöngina 145 kíló, Benedikt Björnsson massa. Hann keppir í öldungaflokki, hrikalegur, stöngin í klár fyrir Benedikt Björnsson. Byrja. Press. Skila. Já, þetta fyrir upp í honum Benedikti. Hvað segja dómarar við þessu? Jæja, 2 hvít, það er ekki meira. Glæsilegt. Og við fáum hvorki meira né minna en 150 kíló á stöngina fyrir Kjartan Inga Jónsson. Stöngin í klár fyrir Kjartan Inga. Byrja. Press. Skila. Já, flottur hraði á þessu hjá honum. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít, flott hjá honum, góð og gill lyfta. Og við fáum 160 kíló á stöngina fyrir Ásgeir Gylfason, lyftingafélag Kópavogs. Stöngin í klár fyrir Ásgeir Gylfason.
Maður eitthvað aðeins að flýta sér þarna. Já, því miður. Þetta var létt lyfta, en stundum það maður að hlusta á dómarana. Þannig að við fáum 160 kíló stöngina Einar Örn Guðnason. Loftpressan frá Skaga. Stöngin er klár fyrir loftpressuna. Mói Eiríkur. Byrja. Press. Skila. Wow! Sváðu hraðan á þessu. Hvað segja dómarar? Já, 3 hvít ljós, góð og gill lyfta. Hann Einar er svona eins og rútan í speed, hann fer ekki undir 50. Hann vill hafa háa í salnum. Við fáum 172,5 kíló á stönginu fyrir Alexander Örn Kárason. Stöngin er klár fyrir Alexander. Hann er búinn að vera að byggja upp hrikalega. Hann hefur alltaf mætt á mót. En núna ætlar hann að koma og taka út. Það er búið að leggja inn. Taka út. Koma á svo Alexander. Wow, sáuðu þetta? Sáuðu þetta? Hvað segja dómarar? Já, 3 hvít, góð og gill lyfta. Gott hjá honum. Og þá förum við í 185 kíló fyrir Ríkharð Bjarnar Snorrason, Bolungarvík. Hann er bolinn í Bolungarvík. Koma svo. Betra að hafa spottarinn á hreinu. Stöngin er klár fyrir Rikka. Allt í þetta. Koma svo með Eiríkur. Byrja. Press. Skila. Wow, stuðningsmaður númer 1 í salnum. Heyrðu þetta? Já, 3 hvít. Með svona stuðning þá fer hann auðvitað í 200. Ég held það. Og við fáum 95 kíló stöngina fyrir Daniel Patrick Riley. Byrjum þar með aðra umferð. Stöngin er klár fyrir Daniel Patrick Riley. Þetta er ekkert mál. Allt í þetta.
Press. Skila. Þetta fór upp. Hvað segja dómarar? Því miður sýndist að rassinu vera hann aðeins á lofti. Það þannig reglunir eru rass og axlir og höfuð verða að snerta bekkinn öllum tímum, annars er lyftan ógild. Og við fáum 120 kíló stöngina fyrir Jón Gretar Erlingsson massa. Stöngin í klár fyrir Jón Gretar. Lean Mean Machine, hann er búinn að vera að æfa með Rikka. Ríkaleg þekking í bekknum þar og nú er bara að skila þessu beint í tölunar. Byrja. Press. Skila. Já, flott lyfta hjá honum sýndist mér. Hvað segja dómarar við því? 3 hvít, glæsilegt og þá er hægt að setja allt í þriðju lyftu. Mjög fín önnur lyfta, maður vill hafa þetta svona. Og Ingvar Guðjónsson stjörnunni, hann er mættur, hann ætlar í 120 kíló. Stöngin í klár fyrir Ingvar. Má ég heyri ykkur? Má ég heyri ykkur? Má ég heyri ykkur? Ég vill ekki þögn í húsinu. Kom inn. Fitja. Byrja. Press. Skila. Já, þetta flýgur upp að bringunni. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós, glæsilegt við Ingvari. Og Emil Grettir Grettisson er næstur, 120 kíló. Og stöngin er klár fyrir Emil Gretti. Byrja. Press. Skila. Þetta fór upp hjá honum. Hvað segja dómararnir? 3 hvít ljós, glæsilegt. Og við fáum 125 kíló stöngina fyrir Tómas Braga Þorvaldsson. Hann er einn af þessum ungu og upprennandi inn í félaginu, stöngin í klár fyrir hann. Tómas Bragi, 125 kíló. Skilja! Byrja. Press. Skila. Já. Hvað segja dómarar? Já, 3 hvít, komin á blað, glæsilegt. 132,5 kíló, Róbert Guðbrandsson, Breiðablik. Maðurinn hefur sett saman 100 manna klappsveit og það heyrist. Stöngin er klár fyrir Róbert. Má ég heyri ykkur? Hann er með fleiri að klappa heldur en er í klúbbnum. Þetta er rosalegt.
Íslandsmet drengja, segir Auðun Jónsson mér. Íslandsmet drengja, maður Eiríkur. Byrja. Press. Wow! Hvað segja dómarar? Og það er gilt! Nýtt Íslandsmet í hús! Glæsilegt! 135 kíló stöngina. Guðmundur Smári Þorvaldsson, heimamaður. Þetta á að vera skítlétt. Stöngin er klár fyrir Guðmund Smára. Hann er að fara land í brott. Make it count. Byrja. Press. Skila. Wow, ekkert mál sýnist mér. Hvað eru dómarar sammála á mér? Já, já, já. Góð og gill lyfta Guðmundur Smári Þorvaldsson. Glæsilegt. Næstur er Kári Nóbó Halldórsson. 137,5 kíló fyrir hann. Stöngin er klár fyrir Kára. Byrja. Press. Skila. Wow, það var eins og hann var í búnaði. Djöfull flaug þetta bringunni. Smá er eftir að loka en það skiptir ykkur máli. Þetta er góð og gill lyfta. 3 hvít ljós. Við fáum 147,5 kíló. Benedikt Björnsson massa. Hann keppir í mastersflokki. Komið til að sýna fólki. Það skiptir engu máli hvað maður er gamall þegar maður er sterkur. Stöngin er klár fyrir Benedikt Björnsson. Byrja. Press. Það er svo þungt í dag. Þeim miður, svona er þetta stundum. Hann á eina tilraun eftir, það er bara að reyna aftur. 152,5 kíló stöngina fyrir Ragnar Hansen, lyftingafélagi Kópavogs. Stöngin er klár fyrir Ragnar Hansen. 152,5 kíló. Byrja. Press. Skila. Byrja press, skila, ekkert mál. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós, glæsilegt, góð og gill lyfta þar, komin yfir 150 kíló á múrin. Við fáum 155 kíló fyrir Sindra Frey Arnarsson. Maðurinn er ekki nema 83 kíló. Þetta er ótrúlegt.
Stöngin klár fyrir Mr. Nordic Training, Sindri Freyr Arnarsson. Hann með langa feril í kraftliftingum, en hann hvergi hættur. Koma Sindri! Byrja. Press. Já, hann tók þannig í lágadrifinu. Fór ekki rætt upp, en hann fór upp. Hvað segir Dómi? Já, 3 hvít ljós. Kemst og tekst fari Kjartan Ingi Jónsson í massa í næstur, 160 kíló. Kjartan einmitt líka í öldungaflokki. Ríkala flottur. Nú bara bekkja. Stöngin klár fyrir Kjartan Inga. Massa Njarðvík. Byrja. Press. Skila. Vá, djöð flög þetta upp maður. Hvað segja dómarar við þessu? Já. 3 hvít ljós. Glæsilegt hjá Kjartani. Og við förum í 165 kíló. Ásgeir Gylfason. Hann var aðeins að flýta sér áðan. Nú bara að taka því rólega. Koma þessu í höfn. Stöngin klár fyrir Ásgeir Gylfason, Geiri Gylfa. Koma! Byrja. Press. Skila. Já, hann þurfti bara aðeins að hægja á sér og þetta flaugu. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Íslandsmet öldunga, mér sagt. Ríkala flott í honum og við förum í 180 kíló fyrir Alexander Örn Kárason. Stöngin klár fyrir Alexander Örn Kárason. Hann að koma úr hýði, hann búinn að vera að byggja. Nú bara að sýna hvað búið að byggja. Má ég heyra í ykkur? Byrja. Press. Skila. Já, þetta fór upp. Hvað segja dómarar við þessu? Herslumenn upp á. Allt hann á eina lyftu eftir. Við fáum 180 kíló fyrir Einar Örn Guðnason. Einar keppti áðan í Íslandsmeistaramótinu í bekkpressu í búnaði og tók það. Hann nýgryndur Íslandsmeistari. Stöngin klár fyrir þennan nýgrynda Íslandsmeistara. 180 kíló. Loftpressan frá Skaga. Má ég heyra í ykkur?
Þvílíkur hraði á þessu. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt, 180 kíló fyrir Einar Örn. Og við fáum 190 kíló fyrir bólan frá Bolungarvík, Ríkharður Bjarni Snorrason. Hann alveg að detta í öldungaflokkinn. Og stöngin klár fyrir Rikka. Hann búinn að vera að byggja upp í skúrnum. Hann búinn að opna bílskúrsdyrnar og hann ætlar að sýna hvað búið að byggja. Koma svo. Byrja. Press. Já. Ekkert mál fyrir Rikka, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Vá, 190 kíló. Við fáum aftur 95 kíló fyrir Daniel Patrik Riley. Þetta síðasta umferðin sem að hefjast. Þannig ef þið að spara röddina, sem ég ekki að gera, þá hvet ykkur til að nota hana núna. Daniel búinn að reyna 2 sinnum við þessa þyngd. Þetta síðasta tilraunin. Og ég viss á því að nærði með ykkar hvatningu. Þannig ég vil heyri ykkur þegar stöngin klár. Það að duga að drepast. Stöngin klár fyrir Daniel. Má ég heyri ykkur? Má ég heyri ykkur? Má ég heyri ykkur? Byrja. Press. Taka. Svona þetta bara. Stundum sigrar maður lóðinn og stundum sigrar lóðinn mann. Því miður. En flott barátta. Hrikalega flott hjá honum. Hann kemur bara aftur tvíeldur. Og þá fáum við 125 kíló fyrir Jón Gretar Erlingsson. Stöngin klár fyrir Jón Gretar. Lín mín, hann að koma úr skúrnum hjá Rikka. Þeir eru búin að vera að bekka saman. Hann bara vonuð að sé eitthvað að kunnáttinu komi yfir. Byrja. Press. Já, það var sett í lágadrifið. Þetta var tekið bara rólega, hægt og rólega. Hvað segja dómarar? Já, 3 hvít ljós. Glæsilegt hjá Jóni. Ríkalega flott. Og við höldum 125 kílóm á stönginni. Emil Grettir Grettisson. Það Grettistak. Stöngin klár fyrir Emil Gretti. Hann ungur á árum, en það vantar ekkert upp á styrkinn. Það hrikalegur andi alltaf í Breiðablik. Og Emil engin undantekning á því. Koma Grimmur! Byrja. Press. Eins og þungt í dag. Flott barátta hjá honum. Hún standa sig vel í dag, engu síður. Og næstur Ingvar Guðjónsson, heimamaður, 130 kíló. Þetta getur ekki verið rétt. Jú, 130 kíló fyrir Ingvar Guðjónsson.
Vá, 180 kíló klár fyrir Ingvar Guðjónsson. Byrja. Press. Ansans áreiti aðeins og þungt í dag. Það í góðu lagi, þetta má stundu vera þungt. 132,5 kíló fyrir Young Goon, Tómas Bragi Þorvaldsson. Það nýr mættur úr húðflúri, en hann ætlar að sýna ykkur hvað hann bekkjar þungt. Stöngin klár fyrir Tómas Braga. Koma svo allt í þetta. Koma svo. Síðasta lyfta dagsins. Ekkert að spara sig. Byrja. Press. Ansans áreiti aðeins og þungt í dag. Svona þetta bara. Og næstur Róbert Guðbrandsson Breiðablik, 140 kíló. Róbert 17 ára, ungur árum, en hrikalegur styrkur í honum. Hann búinn að lyfta 100, stöngin klár. Róbert Guðbrandsson, 140 kíló, koma svo. Má ég heyri ykkur? Hann með besta klappliðið hérna, heyrist mér. Ekkert að spara röddina. Má ég heyri ykkur? Má ég heyri ykkur? Byrja. Press. Já. Ríkalega flott hjá honum. Þetta met á hann. Það annað metið í dag, 140 kíló. Og við fáum 145 kíló fyrir Guðmund Smára Þorvaldsson. Og stöngin klár fyrir Guðmund Smára. Kom igen! Goldie looking chain! Byrja. Press. Þvílík barátta, vá! Hvað segja dómarar? Já! 3 hvít ljós! Guðmundur Smári Þorvaldsson, þvílík frammistaða! Og við fáum 147,5 kíló fyrir Benedikt Björnsson og massa. Þetta var aðeins og þungt síðast. Það vantaði herslumuninn. Nú bara fucking stút í þessu. Bekkurinn á leiðinni heim, við fengum að lána hann frá Ármanni. Hefði meðlega þurft að skrúfa niður. Vill líka þakka Ármanni fyrir lánið á Elíku bekknum. Hann ríkilega flottur. Já. Já, hvað þið? Black Betty, þegar hann bara fann. Black Betty? Hvernig? Já, ok.
Stöngin er klár. Halló. Stöngin er klár. Míkrafóninn er dauður. Ég á ekki mikla rödd, þannig að þið þurfa að... Þessi dauður. Ég verð að lópa batteri á honum hérna. Byrja. Press. Því miður, aðeins og þungt í dag, sínst mér. Já. Halló, halló. Ja, er hann kominn inn? Batterislaus inn á mækinn. Við erum að vinna í þessu. Herru, við fáum 160 kíló fyrir Mr. Nordic Fitness, Sindri Freyr Arnarsson. Stöngin er klár fyrir Sindra Frey. Hann rekur Nordic Training fyrir sunnan, mæli með að kíkja á hann eða í leiðu suðum í sjó. Koma svo Sindri, ekki skilja neitt eftir. 160 kíló. Má heyra ykkur. Byrja. Press. Aðeins og þungt í dag. Og við fáum á stöngina 162,5 kíló fyrir Ragnar Hansen. Stöngin er klár fyrir Ragnar Hansen. 162,5 kíló. Byrja. Press. Já, það var alveg meira inni en að sýttist mér. Hvað segja dómara? 3 hvít ljós fyrir Ragnar Hansen. Glæsilegt. Og við fáum 170 kíló á stöngina fyrir Ásgeir Gylfason. Hann setti nýtt Íslandsmet öldunga með annarri lyftu sinni og nú ætlar hann að bæta það. Stöngin er klár fyrir Ásgeir Gylfason. Byrja. Press. Já, þetta flaug upp hjá honum. Hvað segja dómarar við þessu? Glæsilegt, 3 hvít ljós, nýtt Íslandsmet í hús. Og við fáum 170 kíló á stöngina fyrir Kjartan Inga Jónsson. Stöngin er klár fyrir Kjartan Inga, 170 kíló. Byrja. Press. Skila. Þetta fór upp. Hvað segja dómarar? Glæsilegt, 3 hvít ljós fyrir Kjartan Inga. Rosalega flott móti á honum. Og við fáum
180 kíló stöngina fyrir Alexander Örn Kárason. Stöngin klár fyrir Alexander Örn Kárason. Má ég heyra í ykkur? 180 kíló, þetta var aðeins og þungt síðast. Við þurfum hvatningu. Má ég heyra í ykkur? Má ég heyra í ykkur? Byrja. Press. Svona þetta stundum, það bara lóðin yfir þung suma daga. Og við fáum 195 kíló stöngina fyrir Ríkard Bjarna Snorrason. Stöngin klár fyrir Rikka, 195 kíló, koma svo. Backpressu bólinn mættur, 195 kíló, ekkert mál. Byrja. Press. Áfram! Ansans áriti aðeins og þungt í dag. Og við setjum 197,5 kíló á stöngina. Einar Örn Guðnason, loftpressan frá Skaga. Stöngin klár fyrir Einar Örn Guðnason. Koma svo! Má ég heyra í ykkur? Má ég heyra í ykkur? Sjáu, hann drilltur! Maðurinn óður! Ansans áriti, allt og þungt. Svona þetta bara. Búið. Og þar með lýkur í klassíski backpressu. Við ætlum að taka saman stigin og þá verður verðlaunaafhending eftir... Hvað það segja? 5 mínútur. 5 mínútur. 3 mínútur.
Við erum þetta með alla hérna. Sko, þið getið haft ekki bara eitt sem á gólfinu, eitt sem á fyrstu hækkun og annari sem á annari hækkun. Og við byrjum á mínus 69 kg flokki kvenna, að sjálfsögðu, þessum heitir kvennaflokki, Íris Rut Jónsdóttir, massa, gullverðlaun þar. Já. Klappa fyrir henni. Og við færum okkur í mínus 76 kg kvenna. Í öðru sæti var þar Hanna Birna Valdimarsdóttir, massa. Hún lyfti 50. Glæsilegt hjá henni. Og í fyrsta sæti Elsa Pálsdóttir með 62,5 kg. Flottar massa stelpur. Nægur kraftur hana fyrir sunnan í massa. Klöppum fyrir þeim. Og við förum í mínus 84 kg flokk kvenna. Þar í þriðja sæti Þórunn Björk Jónsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs með 45 kg. Og í öðru sæti Þóra Kristín Hjaltadóttir með 72,5 kg. Hún keppir fyrir lyftingafélagið Massa í Njarðvík. Og í fyrsta sæti Þórunn Brynja Jónasdóttir Ármanni með 90 kg. Hrikaleg í öldungaflóknum. Betri með hverju árinu sem líður. Hrikalegur kraftur þannig Ármanni. Og þá komum við að plus 84 kg flokki kvenna. Í þriðja sæti Kristjána M. Steingrímsdóttir með 80 kg. Öðru sæti Ellin Ýr Jónsdóttir Breiðablik 85 kg. Og fyrsta sæti María Kristbjörg Lúðvíksdóttir með 110 kg.
Best að fara varlega. Gefum gott klapp og þá það overall sigurvegari kvenna, sem sagt Íslandsmeistari kvenna í klassíski bekkpressu Kraft EM 2021. Hún var stigahæst með 77,33 stig. María Kristbjörg Lúðvíksdóttir. Gefum henni gott klapp. Og við færum okkur yfir í kallaflokkin. Byrjum á mínus 74 kílóa flokki kalla. Þar með gullið, fyrsta sæti, Jón Gretar Erlingsson, massa með 125 kíló. Hann þurfti að hlaupa, þannig að æfingafélagi hans, hann Rikki, tekur við peningunum og kemur honum á réttan stað. Þá fyrir við í mínus 83 kílóa flokk kalla. Bronsið, þriðja sæti, Ingvar Guðjónsson Stjörnunni, 120 kíló. Og í öðru sæti, Tómas Bragi Þorvaldsson með 125 kíló. Hann keppir einnig fyrir Stjörnuna. Hann farinn heim, Ingvar ætlar að taka við peningunum fyrir hann. Og þá það fyrsta sæti, mínus 83 kílóa flokki, Sindri Freyr Arnarsson, massa með 155 kíló. Gefum strákurum gott klapp. Og þá það mínus 93 kílóa flokku kalla. Í öðru sæti, Benedikt Björnsson með 145 kíló. Hann keppir fyrir Massa Njarðvík. Og fyrsta sæti, Guðmundur Smári Þórhallsson Stjörnunni, einnig með 145 kíló en aðeins léttari. Var ekki þriðja sæti? Menn ekki ekkert að horfa á peningan sem við fáum. Datt út eitt keppandi. Jæja, gefum gott klapp. Flottir strákanir. Og þá fyrir við í mínus 105 kílóa flokk. Þriðja sæti, Ásgeir Gylfason, Lyftingafélag Kópavogs með 170 kíló. Stóð sig vel í dag, setti nýtt met öldunga. Frábært hjá honum. Og í öðru sæti, Alexander Örn Kárásson með 172,5. Og fyrsta sætið, Bekkpressubolinn, Ríkard Bjarni Snorrason með 190 kíló. Gefum gott klapp. Og við færum okkur upp þyngdarflokk, alltaf þyngist strákanir. Förum í mínus 120 kíló. Þriðja sæti, Emil Grettisson Breiðablik með 120 kíló. Ríkala flott í honum. Öðru sæti, Kári Nóbú Halldórsson, 137,5 kíló. Hann keppir fyrir Ármann. Og fyrsta sætið, Einar Örn Guðnason,
Kraftleikafélag Akranes með 180 kíló. Þetta er annað móti í dag sem að Einar keppir á. Tók líka gulli í morgun í hefðbundinni brettpressu. Gefum við gott klapp strákunum. Þá fyrir við plus 120. Þar í öðru sæti er Ragnar Hansen, lyftingafélagi Kópavogs með 162,5 kíló. Og í fyrsta sæti í 120 kíló plus Kjartan Ingi Jónsson massa með 170 kíló. Gefum við gott klapp og þá er bara eftir, já, klappið fyrst. Og þá er bara eftir stiga sigurvegarinn. Og í þetta skipti með 85,45 stig, Ríkharð Bjarni Snorrason, Bolungarvík. Jakinn tekur við þessu, glæsilegur. Stuðningsmaður dagsins, Sildís í höfn fyrir föður sinn, gefum við gott klapp. Og þar með setjum við punktin á þetta mót í dag í klassíski beppelsu. Ef þið ekkert betra að gera á laugardegi með hjálpa okkur að taka til, efast það. Takk fyrir komuna. Bless, bless. Er þetta að láta mig vita þetta? Ég vissi það ekki.